Það var Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sem að setti lýsu rokkhátíð samtalsins sem að haldin í Hofi á Akureyri helgina. Katrín, velkomin til okkar. Takk. Þér var tíðrætt rökræðu og samtal. Hversu mikilvæg rökræðan og samtalið íslensku þjóðinni? Já, rökræðan og samtalið eru þetta ótrúlega mikilvæg bara öllum lýðræðisríkjum og við erum auðvitað að sjá kannar breytingar á rökræðinu. Nú hafa nýju miðlar rutt sér til rúms, samfélagsmiðlarnir. Þeir hafa að einhverju leyti breytt eðli rökræðunar. Þannig að eins stórkostlegir og þeir eru og eins mikilvægt og það að við tileinkum okkur þessa nýju tækni, þá líka mikilvægt að við gefum okkur þennan tíma til þess að eiga samtalið svolítið á dýptina í afslappaðra umhverfi því það þetta bara forsenda allra lýðræðis samfélag. Og rökræðan ekki síður? Já, og að tala við fólk sem manni ósammála og maður þarf ekki endilega að enda á því að allir verði sammála, það ekki markmið heldur og það var eiginlega svona punkturinn í minni ræðu, það var að við verðum öll aðeins meira manneskjur, svo ég vitna nú í Pál Skúlason, af því að kynnast öðrum sjónarmiðum, jafnvel þó að við skiptum ekki skoðun, þá skiljum við betur þessa stóru mynd. Og það gerir engum gott að grafa svo langt niður í skotgrafir eigin skoðana. En þessi viðburður hérna, þessi lýsa, þar sem að samtalið fer fram, ekki nóg að hafa bara samfélagsmiðlana og tala saman á Snapchati eða einhverju því? Þeir eru náttúrulega til margra hluta nytsamlegir samfélagsmiðlanir, en ég held að þessi hátíð eigi mjög mikil sóknarfæri. Við erum auðvitað bara tiltölulega nýlega farin að halda upp á lýðræðið með þessum hætti, við getum orðað að þannig. Þetta mun eldri hefð og ég vitnaði nú til Svíþjóðar þar sem fyrsta hátíðin af þessum toga var haldin. En hér fáum við tækifæri, stjórnmálamenn, verkalýðshreyfing, atvinnurekendur, frjálsfélagasamtök til að koma saman og eiga þetta samtal á aðeins afslappaðri vettvangi. Við erum ekki í þingsal þar sem við erum svona að berjast athyglina og ætlum eins og stundum sagt að vinna rökræðina. Heldur getum við leyft okkur bara að eiga rökræðina án þess að það hafi einhverju sérstakar afleiðingar. En eru Íslendingar heldurðu góðir í þessari list? Já, það má nú spyrja sig. Ég hef nú svona aðeins kynnst til dæmis frönsku samfélagi og frakkar eru stundum taldir meistarar rökræðunar og maður heldur að þeir sé að rífast en þeir eru það ekki, þeir eru bara rökræða, segja þeir að minnsta. Ég held að við eigum all færi til þess að rækta þessa hefð hér á landi eins og alls staðar annars staðar og mér finnst það mjög mikilvægt, ekki síst á þessum tímum þar sem við erum að sjá lýðræðisleg gildi oft hreinlega í hættu og þegar við bara skoðum þróun heimsmála þessar myndir þá eigum við einmitt að huga því hvernig við getum lagt sérstakar rækt við þau hér í okkar samfélagi og þetta ein leið til þess. Fólk svona almennt duglegt að koma að þér eða nálgast þig til að fá að ræða við þig? Já, ég nú bara mjög ánægð með Íslendinga að þeir hika ekkert við að stoppa mann út á götu til að spjalla en eru samt yfirleitt bara mjög kurteisir í því og ég reyndar löngu hægt að taka eftir þessu en ein kona sem vinnur með mér sagði um dæmi sem merkir og svo byrjar fólk bara alltaf að tala við í mjög klíðum og þú þekkir ekki neitt og mér finnst þetta að vera svona aðdáunarverður eiginleiki okkar samfélagi að við bara gefum okkur á tal hvert við annað á þess að þekkjast eitthvað sérstaklega. Þar fámennið og nálægðin kannski að hjálpa okkur einmitt til að flýta þessu. Algjörlega. Okkur finnst við náttúrulega eiginlega þekkjast Alltið svona? Já. Maður svona heldur gerir ráð fyrir því að það sé einhver tengsl einhvers staðar. En pólitíkusarnir, eru þeir góðir í svona samræðum? Við erum ósammála í stjórnmálum og það nú ástæðan fyrir það ekki bara einhver einn flokkur. Þetta ekki alveg eins og húsfélagsstjórn eins og maður segir stundum. Það sem ég hef töluvert reynslu af líka. Þetta aðeins öðruvísi. En leið á fólk að geta unnið saman þótt að sé ekki sammála. Einhver sjónarmið verður ofan á, önnur sjónarmið verður ofan á næst. Það hluti af stjórnmálum. En við eigum auðvitað að vanda okkur í því sem við segjum og horfa til málefnanna en ekki persónanna í því. Finnst þér traust almennings á stjórnmálamönnum og stjórnmálum hafa aukist
Við horfum náttúrulega á mælingar og það hrundi þetta algjörlega eftir hrun og var kannski óvenju mikið á Íslandi fyrir hrun meðan við önnur, til dæmis Norðurland. Þetta traust hefur smám saman verið að vaxa en mjög hægt, þannig að við erum enn langt frá því sem við viljum sjá og þar þurfum við stjórnmálamenn að horfa dálítið í eigin barm. Hvernig getum við aukið þetta traust og ég hef miklu trú að því við getum gert það bæði með auknu gagnsæi en líka með því að svona vanda okkur í umræðum. Þú fyrst einmitt skýrslu núna bara daginn hvernig megi auka traustið, en það verður væntanlega ekki gert bara með einhverju lagasetningu og svo framvegis. Nei, þetta snýst allt menningu og þetta langhlaup og ég fæ alveg á mig stundum gusur þú skipaðir einhverja nefnd og ætlaður bara að afgreiða trausti með því. Nei, auðvitað ekki. En það skiptir máli að kalla til gott fólk til þess að styðja mann í því hvað sé best að gera og þetta voru góðar tillögur og áþreifanlegar tillögur. Við munum hrinda mörgum þeirri í framkvæmd bara eins hratt og við getum og aðrar kalla á meiri umræðu og lengri tíma. En ég hef þá trúa til lengri tíma muni þetta skila auknu trausti á stjórnmálum og stjórnsýslu. Heldur að Lísa sé komin til að vera? Er þetta eitthvað sem að þú munt beita þig fyrir að haldi áfram? Ég vona það og ég held ég held þessi hátíð hafi sóknarfæri. Ég held við að þróa hana áfram. Annars staðar á Norðurlöndum er ekki óalgengt að stjórnmálafóringjar nýti svona hátíðir til að kasta bombum eða koma með fréttir. Þannig að það er eitt af því sem ég veit að þau sem standa að hátíðinni vilja ræða dálítið við okkur stjórnmálafólkið tímasetningar og annað. En stóra málið er einmitt að hér er umhverfið aðeins afslappaðara en bara í þessu á hinum hefðbundna daglega vettvangi stjórnmálanna. Einu sinni var það gert á Hólahátíð hér forðum. Þar var bombunum kasta. Kannski verður Lísa nýji staðurinn þar sem tækifæri gefst til að koma með stóra fréttir. Þetta er rockhátíð samtalsins allra rocka. Ég er bara mikill rockari í mínu daglega lífi, Rokka hverjum degi, aðeins smá. Við skulum láta það vera lokaorðin. Þakka þér kærlega fyrir að koma til okkar. Takk fyrir mig. Og með þessu kveðjum við ykkur héðan úr Menningarhúsinu, Hofi og N4 þakka fyrir sig. Ánæglega helgi og verið sæl.